Það komið að einn á móti markverði. Óskar Þorvaldsson tók við starfi KR í haust og stýrði liðinu undir lokin og þeir endur þetta með látum, káningarnir. Hann ætlar að vera aðeins hérna einn á móti markmanni. Dr. Fútból, ævinlega þakkláttur þeim sem eru með sér í liði og meðal annars eru það Bíkó, sem eru þetta byggingur Vestland Kópavóks og N1 sem að í Stóru Ella og Fossvogi út allt land. Já, þakkláttur fyrir þá sem eru með Dr. Fútból í liði, Dr. Fútból með að fjalla fótboltan sem allt skiptir, sem öllum máli skiptir og reynum að hafa gleðina í fyrsta sæti. Þá var kjörið að fá Óskar Þorvaldsson í spjall sem að maður gleðinar. Velkomin Óskar. Takk fyrir það. Herðu, hérna árum við byrjum, sástu viðtal með hann Brynjar Karl, þjálfaran hjá Aþenu. Það sem hann tala að Hvaða viðtal þá helst? Þetta var bara svo frábært viðtal sem hann var að segja frá því að hann væri langbesti körfuboltaþjálfari á landinu en hann væri vonlaus manager. Já, ég las þetta. Já, þetta var skemmtilegt. Það var sérstætt. Það var ekki svona þá kannski ekki rauður þráður í gegnum viðtalið og svona einu í annað en já, hann er áhugaverður. Já, hann er heldur betur áhugaverður. Pælur eitthvað í svona þjálfurum á öðrum íþróttum eins og, þessi er greinlega aðeins öðruvísi. Það, aðra nálgun? Nei, jú, auðvitað þekkjum að marga þjálfara sem er að þjálfa í, í öðru greinum, körfubolta og handbolta, sérstaklega á Íslandi. Auðvitað, ég ólst upp með Gústa Jó, sem er auðvitað kynlegu Kristu, frábær þjálfari og hefur gert frábæra hluti og maður fylgist með Finni Frey og er núna með Jakob Erni út í Jakobi Sig út í KR og auðvitað horfum maður aðeins til þess hvernig menn gera hlutina, en já, þeir eru margir Brynja kemur svo frískur inn í þetta og ég býð bara eftir viðtölum við hann og ég hefði ansið gaman þessu, hann var í langbæsti þjálfarinn en vonlaus manager. Hann lætur hann er filterslaus, er ekki að segja það? Er þetta starf sem hún valdi þjálfara starfið, það ég meina hlutinni gerast hratt í þessum bransa og ég meina Freyr, hann er farin frá Kortík ég meina hvernig virkar þetta innan hins íslenska þjálfarasamfélags, heyrið í hvor öðrum eða er þetta bara hluti af bransanum? Já, menn eru mismiklu sambandi og menn eru misjaflega nánir en ég og Freyr hefur svo sem átt mjög gott samband og höfum haldið sambandi gegnum tíðina. Ég ætla ekki að segja ég misti ekki tökuna í gólfi þegar þess að frétti komu með að við hvernig umræðan var búin að vera. Nei. En hún auðvitað sýnir það svart á hvítu hversu fallvaltu þessi heimur er. Þú getur verið hetja í dag eða hetja í gær og skúrkur í dag. Þetta er kannski sérstaklega á stöðum eins og Belgíu þar sem að ég man ekki, ég las einhvers staðar að hann væri svo þjálfari sem að fyrir 3 vikum var að svo þjálfari sem var búin að þriðja lengst í deildinni tók við áramótin. Þannig að menn eru kröfuharðir eða einhvern veginn svona fljótir að halda að það að breyta til sé málið hlutning gangi ekki alveg eins og þeir vildu. Hefur mannfræðingurinn í þér einhverja útskýringar á því af hverju Belgía er ofta á tíðum svona á skjön við aðra staði í Vestur-Evrópu? Nei, ég get ekki sagt, mannfræðingurinn í mér hefur ekki veist hvert þér að fara? Ég skil hvað átt að fara, þetta er líka það sem maður heyrir eins og til dæmis með unga leikmenn sem fara út í Belgíu. Það kunne vera mjög harður heimur úlingaakademíurnar í Belgíu, miklu harðari heldur en til dæmis í Hollandi sem er þó næsta land við en þeir eru, ég veit ekki hvað það er, þeir eru hrókafullir og þeir eru annað mentality. Já, það er allt annað hugafar heldur en í nágrannaþjóðunum en svo sem eins og Freyr sagði, hann vissi að hver hann gekk, hann vissi að hann var sennilega ekki að fara að skrifa undir lífstíðarsamningarna en svona pínulega, hann búin að rífa alla fjölskylduna út en hann er svo sem nógu klár sjálfur til að átta sig á því að þetta geti nú gerst í Belgíu
og hann hefur gert sér gott orði í Danmörku og það svo sem ábyggilega ekki að kvíða sem að er framöndan. Nei, það held ég ekki, ég held að það verði ekki erfitt fyrir hann að fá nýtt starf. Hann búinn að gera frábæra hluti með Lyngby og gerði þetta frábæra hluti með Kortrygg þó að á síðasta tímabili þó að hlutin hefur kannski ekki gengið upp og hann hefur ekki náð einhvern veginn kannski að byggja ofan á og ná betri árangri núna heldur en hann gerði í fyrra en hann verður ekki neinu vandar, hann er feikilega öflugur þjálfari með sterkan orðstýr, þannig að það verður ekki þessum fyrir hann. Ég heyrði það í lok nóvember að þú er ekki áhuga á landsliðsþjálfarastarfinu, þú veist það er náttúrulega allir að tala hann núna, þú bara rúlaðir þig út úr því, bara mæltir einu sem ekki með því að er þið tala við þig? Nei, ég er alveg, og hef ekkert kvika frá þeirri skoðum minni að það er gjössum tímasón að tala við mig. Nei, ég bara, þú veist, það er auðvitað tvenn, sonur minn er í landsliðinu í dag ég meina að sonuðum er í landsliðinu hjá öllum, sko. Ég áttam á því og það er bara í okkar góða samband er það ákveðin hindrun. Þú ert ekki að fara þjálfun? Nei, ég er ekki að fara þjálfun. Í öðru lagi og jafnvel þó að Orri var ekki í landsliðinu að þá held ég bara að það sem að ég stend fyrir og það sem ég trúi á sé ekki endilega það sem að hendi landsliðsumhverfi og íslenska landsliðin akkurat núna. Þú veist, landsliðsumhverfið og landsliðsfótbolti snýst úrslit, eingöngu úrslit. Við höfum séð það í gegnum tíðina að góða framistöður skipta rosalega litlu máli ef að úrslitin fylgir ekki með og ég hef svona kannski verið oft á tíðum meira upptekinn af einhvers konar ferli og þróun og þess áttar og ég held bara típan eins og ég hafi nákvæmlega ekkert að gera í landsliðsumhverfi og bara íslenska landslið þarf bara alls ekki á manni sem mér að halda. Svona þegar ég var að hlusta þetta á fótbolti.net í lok nóvember þá varstu að tala sko að það hljómaði svona eins og var hrifnastur að fá svona norrann mann á 70-aldri til að labba það inn. Nei, ekkert endilega á 70-aldri, það væri fullkomið að fá manna á 50-aldri eða 40-aldri en ég bara held að það sé ekki raunhæft því að sagan hefur sýnt okkur það að við kannski erum að fá þjálfara og eins og Lars og kannski einhverju leyti Erik Hamrén og svo Åge Hareide, menn sem eru komnir kannski svona á ekki alveg á endalokin en eru svona komnir á síðan eru farin að tölta síðasta spölin á þjálfaraferlinum og það hefur mörguleitir einst okkur vel auðvitað helst í hendur hjá Lars frábær þjálfari mjög öflugur aðstofamaður og svo samþjálfari í Heimi Hallgrímssyni og svo frábært landslið ungi leikmenn og bara virkilega öflugt lið og margir öflugi leikmenn sem að við kannski fáum og svo myndast þar frábær liðseld sem við kannski fáum ekkit upp á 5 ára fresti. Þannig að ég svona þú veist, partur af mig var þetta þú veist, Freyr er að skapa sér nafn í liðsfótbolta í Evrópu. Við höfum ekki marga þjálfara sem að gera það. Maður veit svona síður kannski og hann þú veist, rétt árið 40 maður veit svona kannski síður sjá hann þó að hann sé frábær þjálfari þá vil maður síður sjá hann koma heim 40 hann að taka vísleika landsliðinu þú veist, hann og Arnar hafa verið mest í umræðinni og þú veist, Arnar væri góður kostur, ég vil helst ekki missa hann úr íslenska boltanum en það er bara gaman að mæta honum, það er bara gaman að keppa við hann þó við séum kannski dagengir þú veist, ég hugsa hann horfi ekki á KR og skjálfa á beinunum yfir að við séum einhverju beini keppinutar en þá er bara gaman að keppa við hann þú veist, það er gaman að þú veist, það hefur verið í gegnum tíðina bara frá því að ég tók við Breiðablik, hann tók við Víking ára undan meðan ég var með Gróttu og bara frá því að ég tók við Breiðablik og kannski sem byrjaði kannski svona raunverulega 2021 þú veist að þá einhvern veginn var það hann og Víkingur sem að ýtti manni áfram þeir einhvern veginn
þú veist, þið sáu til þess að það var engin möguleiki að verða værukær eða leggjast á melduna og vera rosa lánaði með sig þú veist, þeir íttu manni ítt okkur stanslust áfram Sko, Arnar ég gall þú þannig að þegar við erum að keppa okkur við hvern annan bara síðan voru sko 7 ára eða eitthvað slíkt sko þannig að þú varst þannig að sendir í KR-liðinu svona upp yngri flokkana og hann upp á Skaga og þú náttúrulega miklu betri fótboltamaður en þú talar um þessu Nei, alls ekki ég held að ég sé mjög raunsar þegar ég horfið tilbaka þá bara er ég raunsar þegar að þjálfar Óskar Þorvaldsson horfir á leikmann Óskar Þorvaldsson í þegar það verið að sína þegar það verið að sína maður verið líka að vera sko það er ekki þreytar heldur en einhverju menn sem að í skjóli þess að það er lítið til að myndefni frá því að voru að spila og þeir tromma sjálfa sig upp sem einhverja snildar leikmenn þegar maður horfir á þessar svipmyndir af þessar frábæra svipmyndir af stöð 2 sport af hverju árinu sem að líður þá einhvern veginn maður langar mann bara til að þú veist ég bara kona mínu daginn bara getur ekki slögt á þessu vegna þess að ákvarðanar sem maður tók boltan hversu illa maður var staðsettur í varnarleiknum og alls konar svona hluti sem að þú veist fá mig til að finnast að ég hafi átt mikið inn og átt mikið að læra sér leikmaður Fannst þið vont þegar að vera að sína gömlu bikarúrslit leikina á RÚV Þetta var á svona primetime í COVID, sástu þetta? Þannig að þegar við spiluðum við 95 og 94 94 spiluðum við Grindavík sem var lélegur leikur sko ég var reyndar í rifrildi við Gauja Þórðar þegar byggjastörg 95 var og var annar staðar en bara ekki hóp þá eða? Nei, en 94 Grindavíkur leikur var hræðilegur leikur á öllu leiti við vorum mjög lélegir en þeir einhvern veginn bara höfðu ekki trúað þeir voru náttúrulega í næstu stild og þeir höfðu bara ekki trúið að þeir geta unnið leik það var saman hvað við reyndum að gefa þeim en þeir bara voru ekki þannig að við tókum fyrsta titilin langa tíma meira að því að Grindvíkingar tók ekki það sem við buðum upp á sko Pældi samt hvað þetta þú veist ok, þetta er orðin 30 ár síðan þarna eftir með 25 ára gamla Rúnar Kristinsson í liði á Íslandi þú veist, hann myndi ekki spila 25 ára þú veist, á Íslandi þú veist, þetta var bara atvinnumaður að spila eins og ég horfði þetta allavega Já og Guð hjálpi mér Rúnar mátti ekki fara út 1 sekúndu seinna þú veist, af því að ég held að í þínum fullkona heimi hefði hann farið út 4-5 árum áður í þínum fullkona heimi en auðvitað síðan, af því að ég held að framþóru hans leikmanns hafa ekki verið hröð á Íslandi inn í þægindarrammanum í Vesturbænum eins og hún hefði getið orðið ef hann hefði einhvern haft tækifæri til að taka skrefið fyrr þannig að það er erfitt að vera held ég vera búin að vera besti leikmaður síðan 18 ára, bara 6 ár í deildinni þú veist hvernig hver ítið er áfram hver Það er ótrúlega merkið hversu svona hæfileikaríkur leikmaður gæti spila lengi á Íslandi ég sko byrjaði við til að ræða við að hann hefði verið rekinn hann Freyr eða hættur hjá Korting hefur þú verið rekinn sem þjálfari í fótbolta? Já Var það hjá þá Breiðablik? Já Bara ekki samt þannig að þú veist að því að þú ferð þarna frá Breiðablik og þú bara lokar hurðinni farin til Noregs og það er bara þetta var bara eins og Gísli, hvað heitir hann í útlægin? Hvað heitir hann? Gísli Úrsölu? Nei, Gísli Súrsson Gísli Súrsson, bara hann hvarf eða þú veist, þú fórst bara í burtu og það heyrðist ekkert frá þér Nei. Þú veist bara farinn og bara týndur og maður aldrei heyrt þetta almennlega, ég meina þú tilkynir samt að þú sett hættur og allir bara klára sambandstildina og þeir kæra sig um það og bara slíta á þetta Já, það er einhvern veginn já, ætlum ekki segja það hefur verið þannig að ég hitti þá og átti svo sem ef mér misminnir ekki rúmt 1 ár eftir af samlinginu mínum sem að var einhverjum ástæðum óuppsegjanlegur og baðum að fá að hætta eftir tímabilið og þeir tóku sér ykkur viku í að pæli því hvernig þeir vildu standa að því og þú veit komast að þessari niðurstöðu og
og þá svo sem ekki takt að líta öðruvísi á það heldur en að ég hef verið rekin, þetta var ekki skets í fóstbræðurum eða neitt, þetta var bara, það var ekki rekin, það var þeir sögðu mér upp áður en að ég gætt klára það sem ég vildi klára og ef maður hættir ekki á eigin forsöndum þá þýðir það yfirleitt að maður sé rekin. Já, þannig að þú félst ekki á eigið sverð þarna. Jú, í raun og veru féll ég á það vegna þess að ég féll ekki á sverði, ég Breiðablik rétti mér en ég veit að það er tíðrætt sverðið en ég vona að þú hlustar á þetta þá finnst mér einhvern veginn eins og þessi líking hún rammar best inn það sem að mér finnst vera mjög mikilvægt sem að þú stendur og fellur með því sem að þú stendur fyrir. Já. Þú veist ekki einhvern veginn vakna upp einn daginn og hugsa bara heyrðu, akkur gerði ég þetta ekki á mínum forsendum? Þú gerir hlutin á þínum forsendum og ef það gengur ekki þá það ekkert mál, en þú gerðar allavega á þínum forsendum, ekki af einhverjum annara manna forsendum. Algjörlega, ég meina þetta er ótrúlega líflegu tími þarna hjá þér í Breiðablik og bara þegar maður horfir yfir þetta það var líf og fjör í Smáranum á þessum tíma, ég meina sem endar auðvitað með þessu að þú ferðu auðvitað með fyrstur manna með lið frá Íslandi í riðlakeppni, Evrópukeppni, gerir á Íslandsmeisturum í annarskiptið og ég meina það er líka öll þessi skemmtilega leikmannavelta, það er auðvitað, þú oft talað það að þessi hreyfanlegt afl. Leikmannahópur þá? Já, leikmannahópur hreyfanlegt afl sem ég hafði ekki heyrt fyrir en þú komst með það. En það voru auðvitað rosamargir leikmenn sem komu inn út og ég meina þú náður að safna, þú veist, eiginlega fyrir smá budgeti sjálfur með því að hverja selur, þú selur Róbert Orra, þú selur Ísak, Snæði Þorvaldsson, Dagdan og svo reynda kemur Jason sömuleiðis en þú náttúrulega sæki Jason sem verður svo sem þannig yfirbúra maður í íslensku deildinni. Þú veist, þú hittir alveg rosalega þarna á þessa, en það voru líka svona menn sem að hittu ekki. Þú veist, Venezuela maðurinn í Juan Camilo Pérez. Það var góð tilraun. Hvað, því að þú veist, ég geti hrósað þér í allan dag fyrir Dagdan og Ísak og bara frábær pikk og ég meina þessi hvernig hún var svona skáta Mósesbæinn og allt slíkt. En eins og þetta Já, það var Þetta er bara að kosta eitthvað. Já, þetta var dýrt og þetta var dýr lærdómur held ég fyrir félagið og fyrir mig og fyrir alla þá sem að koma að þessu hann var með frábæra tölfræði í venezúelsku deildinni til að koma sem vorum að einhverju leita okkur að bakverði sem að gat spilað á miðjunni væri örfættur, vorum fá örfættar menn held ég með misminni ekki bara Davíð Ingvarsson var eini örfætti maðurinn í hópnum fyrirgefa tölfræðan var frábær og hann bara hann tikkaði rosalega mörg bóks svo fórum við að horfa á hann Hvernig færið þessu hugmyndir? Ertu bara eitthvað að Já, ég bara svo tala við félaga mína þú veist, út í heimi og gæja sem eru með aðganga að alls konar tölfræði, bönkum og greiningatólum og alltaf dúkkaði þessi gæja upp Juan Camilo Pérez svo góður drengur og það sem að þannig að það við ákvæðum að segja með hann lítur bara virkilega vel út á vídeo og góður fínna að rekja boltan og tekur upp ágættar ákvarðanir og með frábæra tölfræði og þú veist pressutölfræðin svo fín þannig að þetta lítur bara allt mjög út hann kemur 3. janúar 3. janúar 2022 kemur hann til Íslands bara í myrkrið Nei, bara ekki myrkur, snjóstormur hann sér ekki, hann kemur inn á Breiðabliks og sér ekki fífuna, hún sérst ekki þannig að þú veist, og hann var búin að vera held ég frí í 2,5 mánuð það voru 2,5 mánuð síðan að venezúelska deildin var búin og það verður bara að segja þessu þegar hann var búin að hafa það hann var búin að taka það í rólega á off-season Já, en það sem ég bara velta fyrir mig er bara svona hvernig færðu bara
hvernig, af því að mér þótt það mjög áhugavert og ég fór með þess að hittina strák bara, hvernig getur þú bara einhvern veginn dúka bara einhvern veginn Óskar að leika sér í tölvunu og allt í hennu mætir bara þessi maður frá Venezuela en já, ég var svo sem ekki endilega já, ég var kannski ekki að leika mér í tölvunni svo voru menn sem eru færar en ég í því að finna leikmenn þeir komu með þetta nafn og ég er síðan maður sem að ber fyrst og síðast ábyrgð á því að hann kom til Íslands og gekk til ræði Breiðabliks það sem eins og ég lærði er að þegar þú tekur leikmann sem að hefur aldrei búið annars staðar heldur en í landinu sínu og er kannski og kemur frá landi sem er framandi þar sem að loftslagið er öðruvísi, veðráttan er öðruvísi lifnaðarhættinir er öðruvísi hann talar ekki málið þú myndir það stærsta sem ég hef lært er að áður að þú tekur leikmann sem talar ekki tungumálið talar ekki ensku þá biður hann að með hjálp einhver að tóla þá biður hann að þú býr hér þú býrð í Silfursmára 4 hvar finnur þú næstu maturverslun hvar finnur þú næsta apótek hvar finnur þú lækni og ég held að það hafi verið stærsta vandamálið hjá Juan Camilo Pérez var að hann hafi búið í sama bænum alla sína ævi í sínu 30 gráðum aldrei vindur hann talaði enga ensku hann hafði aldrei farið til útlanda og hann var ekki góður að bjarga sér og hann gæti ekki fundið bónus í Kópavogi hann gæti ekki fundið næsta apótek og þetta er bara lykilatriði þú veist, getur þú bjargað hver er sjálfsbjargarviðleitnin hún er nánast jafn mikilvæg og fótboltagetan ég ætla alls ekki bara að gera af því að þú veist það er bara nei, alls ekki vegna þess að hann var mér fannst þetta bara svo áhugaverð hvernig allt í eins sem maður dúkar upp og bara einhvern veginn en ég gæti síðan sagt við í Hjörvar hann fekk aldrei sénsinn til að sanna sig hann sleit krossbönd eftir 1,5 mánuð þú veist ekki spurning, ég var bara eitthvað að fara yfir ferilinn með Breiðablik þetta var ótrúlega skemmtilegu tími kemur hann inn með smá kvelli þú ert þjálfari ársins 2019 sko, þvert á allar íþróttir á Íslandi eftir það sem við gerðum fyrir Gróttu og ég meina og svo kemur hann inn og rosalú kraftur náttúrulega, þess að ég segi stundum 100% approval rating, bara mjög vinsæll meðal Blika fer með á beint í Evrópu og svo bara tekum við Íslandsmeistaratitil og allt þetta Evrópudæmi en svo einhvern veginn súrnar þetta alveg svakalega allan fyrir okkur sem að búum inn í bænum og erum að hlusta á allt og reyna að heyra allt sem við heyrum þetta súrnar svolítið á 4. árið aldrei mikið já það er hárið en þú, eins og ég var að vinna í kringu þig og Óla Kristjáns menna þú veist þetta voru bara eins og þau, þú veist, ríkisjónfinn í sumar þau bara félagar að tala saman og slíkt en það sem maður heyrði hérna út í bæ var að það þið hefði ekki getað eða þú veist, þau hefur lítið unni saman Nei, það var ekki þú veist, það snerist ekki það að held ég að við höfum lítið unni saman eða mikið unni saman, það snerist kannski fyrst og síðastu það að ég einhvern veginn upplega kannski að og sérstaklega þegar maður stígur burtu frá þess og fær smá fjarlægð sem er kannski alltaf, það er alltaf best vegna þegar maður er í hringuðina þá er maður ofta ekki dómbar á og sérstaklega kannski ekki aðra og jafnvel líka sjálf að segja ef því er að skipta en þú veist það var kannski þú veist það vantaði nákvæma skilgreiningu á starfi yfirmanns knattspyrnumóla þú veist mögulega vantaði Óla síðan líka umboð til þess að klára hluti og þú veist ég kann rosalega vel við Óla Kristjáns og ber mikla virðingu fyrir honum og veistu, jú við erum bóðið skapmenn og rifumst bara, þú veist, eins og ég hef rifist í marga aðra og bara þú þekkir það bara þegar menn eru með passion og þá, þú veist,
þá gneistar stundum á milli en það risti aldrei djúpt en ég held að svona stærsti hlutin hafa bara verið að þú veist, það er búin til einhver staða hún er ekki nægilega vel skilgreind og tólin sem að kannski Óli fær í hendurnar þú veist, voru bara ekki nægilega til þess að hann geti sinnt þessu starfi af þannig að það væri hægt að vinna almennilega sko. En það er þarna á þessu 4. ári sem að þú færir náttúrulega með liðið í hérna riðlakeppni, Evrópukeppninar og svo heyrir maður alltaf svona út undan sér að óska sér spáði að hætta og maður svona býta hvað er í gangi og fer alltaf að grenslast fyrir þetta svo kemur þetta vikingsmál í rútunni sem að þetta er búið að ræða miljónsum þegar ég var að horfa á vikingsdæmið í rútunni þá sat ég allt meðan ég var að horfa á þetta sjónfna og ég hugsa hvað hefði Óskar Hrafn sagt þetta það er að segja að þú veist gamli blaðamaðurinn þú veist ég er bara svona hverjar hefðu þínar skoðanir verið á þessum tíma af því að þú veist þetta, maður hafði náttúrulega aldrei séð svona þú ert á vissanátt með þessu að mótmála því að þú fyrst ekki frestun en það var líka einhverjum pælingar varandi að skýrslugerðina að þér hafði fundist aðri þjálfarar hafa beitt reglurnar í gerð skýrsla fyrir leiki Nei skýrsla gleymdist bara það var ekki dýpinn að það sko bara í öllum ég held þetta að þú hefur verið að mótmála hvernig hérna við getum alveg sagt það að þú veist að málinn sem kom upp í sumar þegar að menn voru að breyta skýrslum stuttu fyrir leik var alls ekki fyrsta skipti sem þetta gerist og þú veist og ég skildi aldrei hvernig menn komust upp með það en það var alls ekki aðalatrið stærsta atriði var að þegar við komum í Víkina í meistarana 2023 2022 langar maður að segja það leita þetta langur tíma á milli heimaleikja eða þess að útileikja í Víkinni töfum 1-0 og voru bara mjög lélegir þeim leik þannig og ég ætla nú ekki að fara að kenna klefanum en þá komum við inn í klefa sem var með brotnum ljósaperum voru svona ykkur loftljós sem virkuðu ekki þá mjög dimmt vondlykt og þetta væri alla staði bara einstaklega óvistlegu klefi á hvaða mælikvarða sem hún notar og við ákvaðum það að reyna að gera gott úr sem þú komum í deildarleik nokkru vikur setna töpuð 4-1 Nei, unnum 3-0 Já, einmitt, já, sorry 4-1, hvernig töpuð 4-1 töpuð 4-1 fyrir Víking þið vinnið 3-0 er það ekki að leikurinn það sem þið bara vinnið fyrstu 6-7 leikina 8 leikina þetta er í mæi að þá komum við með svona vinnuljós það var ekki búið að laga klefa komum við vinnuljós og þau virkuðu engan veginn þannig að það skiptir leikur máli hvort þú vinnur að tapar og eftir þann leik þá ákvaði að við myndum ekki í næsta leik myndum við ekki klæða okkur í þessum klefa heldur myndum við bara koma og það einhvern veginn þú veist það æxlaðist hann að á sama tíma voru við býsna þú veist þótt okkur illa okkur vegið varðandi það að hversu lítinn stuðning við fengum í Evrópudæminu ég veit að menn allir sammála ég veit að mönnum fannst þetta óttalegt væli þá kannski fattar það aðeins þegar að Víkingur fer síðan í gegnum það er oft erfitt að vera fyrstur þá þú þarft að lenda á vegnum svo að menn fattar við spilum 21 leik á 73 dögum við spilum á 3 daga fresti frá 23. júní til 3. september á milli landsleikjapása spilum við á 3 daga fresti þú veist þetta var býsna mikið og við fengum ekkert bak og jú, máttum fresta Keflavíkurleikur sem var næst síðasti leikurinn en það hjálpaði okkur ekkert það var bara, þú veist, KSÍ að ákveða hvaða leik við mættum fresta og við vorum svona, þú veist, okkur þótt illa okkur vegið, vorum pínu sárir og á sama tíma vorum við einhvern veginn svona fannst Víkingarnir ekki vera að sína útilegunum nægilega virðingu með aðbúnaði í klefanum sem ég heldur reyndar að hafi síðan verið bara frábært vegna þess að þau tóku sér til og hrestu upp á gáðunum andlistiftíku klefanum þannig að eitthvað gott kom út úr þessu en
En ég meni þú veist blaðamann Óskar Hrafn, ég var alltaf sagt það er svo margir sem segja þetta við mig, Hjörvar það er svo margir blaðamenn sem notið þetta á mig heyrðu, þú skilur okkur alveg þú varst hinum með við borðið já, sorry, nú ég bara hinum með við borðið og mér alveg sama hvernig það var þegar ég var þeim með við borðið það bara Þetta hefði pirraði sem blaðamann þú hefur hugsað hvað ævintýralegi trommuheili þetta hver ekki bara mætir á völlin og vinnur leik og drullar sér heim Jú, mögulega hefði það geta gert það Þú hefði komið nákvæmlega með þessa ræðu Ég veit hann ekki, veit ekki hvað ég nota trommuheili en ég hefði sennilega Tromman hól þannig að fólk átti ég hefði örugglega fundið þessu til fóráttu en þú veist, en þarna bara akkurat þú veist, þarna er bara tvær hliðar þú veist, og ég bara þarna með við borðið, sé þetta svona og svo ertu með víkingana sem eru hinum með við borðið og þeim finnst ekki það því að spila hennar leik þeim bara finnst við nógu góð til að mæta þarna þeim alveg sama hvernig aðbúnaðurinn í klefanum og það bara, þetta eru bara tvær þú getur séð þetta frá tveimur ólíkum ég sé ekki eftir þessu en þetta átti ekki að vera eitthvað þetta átti ekki að vera eitthvað publicity stunt eða eitthvað við ætlum bara að mæta þarna rétt fyrir leik hitu upp, spila hennar leik, reyna að vinna tókst ekki en svo fór en sem sko af því að það verður þetta rosalega ræflari við víkingana sem er náttúrulega skemmtilegt og mikið af skemmtilegum leikurum, aðaleikurum, aukaleikurum og alls konar og verður svona frekar hatrum stemning hérna á milli liðana þegar að víkingarnir þurftu svo í haust að spila úrslitaleik Íslandsmeistaratitilinn eftir að spila við Cercle Brugge á 50 sem eru auðvitað meiri, bara betri íþróttamenn heldur við sem erum áhugamenn hér á Íslandi að það eru einhverja samúð með víkinguna þá að þurftu að spila sundi? Já bara 0 bara ekki nokkra einustu þú getur ekki átt kökuna og borða hana Nei. Þú veist þeir gáttu auðveldlega ég held að það hafi ekki verið líkilatrið í þessu hvort þið spila á sunnudegi eða mánudegi nú veit ég ekkert hvernig aðdraðandi var að leiknum eða hvort að hver vildi hver ákvaðan er það á sunnudegi eða vildi fá hann á mánudag eða eitthvað en nei ég hafði eftir tímabili fyrra hef ég enga samúð með mönnum að spila á 3 daga fresti ég bara verð að segja það þú veist, ég skil af hverju og ég var að einhver leiti var ég ánægð með að mótið var lengt aftur nema bara vesinni var að skipulagið á riðlakeppni sambandsdeildanna var allt öðruvísi í fyrra heldur en í ár þú veist þegar að landsleikjaklið kemur í október að þá er Víkingur búin að spila tölvöld færi leik heldur við vorum búin að spila í fyrra og það var svona, þú horfir á hvernig mótið er settu upp það var kannski engin rosaleg þörf á því að lengja mótið svona mikið vegna þess hvernig skipulagið á Evrópudeildinni var en þú veist en menn virðast alltaf, menn reyndu og ég er ánægð með það þú veist, það var ekki gert í fyrra það var ekkert hugsað fyrir þessu það var gert núna, það eru framfærir en þú veist, auðvitað vill maður að íslensku liðum gangi vel í Evrópu gangi mátulega vel í Evrópu en ég ætla ekki að hafa ég hef enga samúð með mönnum sem þurfa að spila á 3 daga fresti en þú veist þarna ok, svo kemur að þessum lokalegi móti stjörnunni og þeir tilkynna að þú setur reikin kvöldið eða senast þennan dag hvað er það? Nei, 20 fyrir Já, er það 20 fyrir leikin þetta er búið þarna þú fer síðan bara strax í viðræður til Noregs tekur þar við Haugesund sko ég man eftir í daginn sem að þetta er tilkynnt og svona þá þú veist, fekk ég spurt út í þig og hver þetta væri og hvernig hann væri og whatever og ég er einmitt að skoða gömul skilabóð að þá er það sportchef hjá þeim Erik Opedal hjá Haugesund
og ég sagði þeir sögðu mér að þetta getur verið áhugavert af því að svona lýsing mín á þér var svona rýmaði svona við að þetta geti orðið hörku þeir svona, hvernig náðu þið saman? Ég og Eirík Óbudal Já. Bara mjög vel. Já. Þú veist, ég hef ekkert undan honum að kvarta. Það hans ræður í það? Það hann og framkvæmdastjórinn eða Dæli Lever, Marti Fáskönga sem að ráða mig. Það var hann búin að þjálfara áður? Nei, hann er með bakgrunn úr skíðaheiminum. Já. Og var í 20 ár í þjálfari í norska skíðalandsliðinu. Hvernig endur það þá sem sportchef hjá? Já, það er góð spurning sem einhver annar verður að svara, en hann allavega, þú veist, kemur heim og er náttúrulega, þú veist, ég held að sé svolítið algengt í hérna, hann er náttúrulega þarna úr þessu af þessu svæði. Já. Og ég held að sé algengt og alls ekkert óalgengt að menn sem hafa verið í unnið á hæsta leveli í íþróttum, að það er svolítið svona, þú veist, þeir flakka á milli. Það var bara sem að Clive Woodward mástu þegar Clive Woodward mætti allt í til Southampton. Já, hann var ekki vel hefnaðin. Nei. En þetta er einhvern veginn þannig, þú veist, að þegar þú ert búin að ná árangur á einum stað og þú ert búin að vera í kringum bestu íþróttamenn í heimi í sinni íþróttagrein og þú ert búin að kynnast toppnum, að þá svona metamenn að vantarlega það að þú hafir eitthvað fram að færa. Þú komið með einhverja reynslu á borðinu sem er kannski ekki til staðar. Og hann er góður maður og ég var nú bara að draga þetta fram á því að ég var bara spurður og sagði bara, hann vil spila þennan fótbolta og svona og þá sagði já, þetta getur verið spennandi. Já, en ég held að mér líður svona þegar maður horfir tilbaka og líður mér eins og við höfum kannski ekki tekið kannski alveg nógu djúpt samtal allar mínar áherslur í fótbolta. Nei. Vegna þess að mögulega hafa þeir eingöngu horta á aðra hliðina á penningnum sem var það að ég kom frá liði sem að pressaði mikið var með mjög góða pressutölur spilaði af hári ákefð og það var það sem að Haugarsund vil gera og hefur verið þekkt fyrir í tíðina. Þeir hafa eins og ekki verið þekktu fyrir að halda mikið boltanum. Þeir eru hafa vilja að vera mjög direkt og þannig að sá hluti var kannski, það gleymdist aðeins að fara yfir það að ég er svona áhugamaður að reyna að spila mig út úr flestu. Bara áhættu segja fótbolta. Já, og mér líður svona eins og það hafi við hefðum kannski átt að ræða aðeins betur þann hluta vegna þess að, og þetta er oft bara svona það finnst öllum þetta æðislegt þegar vel gengur og það gekk rosalega vel undirbúrstímabilinu. Sundurspiluðum Hekken og sundurspiluðum Vancouver Whitecaps sem voru að bara fara inn í MLS tímabil en svo leið og hlutinni gangi ekki upp að þá er alveg rosalega lítil þolinmæði ofta tíðum fyrir þessu. Þá vilja menn bara fara. Þú sér bara Southampton í dag. Já, þú sér Southampton og þú sér bara Tottenham í dag. Já, svo Burnley fyrir. Já. Þetta eru svona fótboltinn sem við þekkjum best. Já, en þá kemur alltaf, ég var að ræða þetta við einhvern daginn, þú veist bara svo, þú veist Russell Martin og tekur bara Russell Martin, tekur bara þjálfara fyrir hans, tekur jafnvel bara Vincent Kompany, getur bara tekið þá saman. Vincent Kompany kemur úr er nánast verður til sem þjálfari hjá Guardiola og í gegnum hans bara knaspinu uppeldi og fer til Anderlecht og spilar fótbolta sem hann gengur út á það að taka áhættu og reyna að stjórna leiknum með boltan og sé svona, þú veist, þú veit hvað þú ert að gera þegar þú ert með boltan. Hann fyrir til Burnley, gera það sama. Hann er í Championship-deildinni með Burnley. Russell Martin var hjá MK Dons og hann er algjör hann er, þú veist, ég veit ekki hvort það sé hann er possession pervert, hann bara þú veist, vill halda boltanum út í óendanlega. Hann byrja á MK Dons sem við misminnir ekki
fer svo til Swansea þar sem eru með 800-900 sendingar að meðaltali leik, svona komin í Southampton og þeir eru með eitt af betri liðum, alveg bara svo Burnley var hjá Kompany, eitt af betri liðum Championship-deildarinnar og sundurspila flest lið og það er ekkert eðlilega gaman að horfa á þetta og mörkin flæða inn og áhorfendur elska þetta og bæði lið fara upp og svo koma þeir úrvalsdeildina og það er alveg ljóst að enska úrvalsdeildin er önnur skepna það er bara þannig og þú kemur með lið sem er kannski á pappírnum fer frá því að vera eitt af 3 bestu liðunum í Championship yfir að vera eitt af 3 lélustu liðunum í ensku úrvalsdeildinni og Vincent Kompany hann reynir að spila út úr öllu Russell Martin reynir að spila út úr öllu í ensku úrvalsdeildinni með litlum árangri en þá myndi ég spyrja átti Russell Martin að fara að múra setja upp 5-manna-vörn og fara að múra fyrir með löngu boltum og beita skyndisóknum þú veist, væri ekki einhver annar betur til þess fallin sennilega mestu mistök Southampton og kannski Russell Martin sem þarf þá bara kannski að þekkja sitt þú veist og kannski stórulega þetta ástæðan fyrir því að ég myndi ekki ráðleika nokkuð með einasta yfirmann knattspyrnulega í Evrópu að hringi mig nema þeir séu bara virkilega til í þetta er að þú veist átti ekki annarkost bara Russell Martin að segja, heyrðu ég veit alveg hvað við erum að fara út í hérna á næsta ári við getum enda með 3 stig eftir 23 umferðir með fótboltanum mínum með minni hugmyndafræði en það er bara það sem ég er hann féll á Einsverð svo sannarlega í gegnum kviðristur af Einsverði veist en áttu ekki Russell Martin að segja, heyrðu, þetta er ekki fyrir mig ég veit alveg hvað þið þurfum að gera til þess að ef þið ætla að halda ykkur í deildinni þetta er bara ekki fyrir mig ég ætla að fara að finna með annan lið eða þeir að segja, heyrðu við getum ekki aftur Russell Martin í ensku úrvalsdeildinni hann er of ástfanginn af sín eigin hugmyndafræði þannig ég þarf bara að fara að ráða Sean Dice eða þú veist einhvern eða Warnock eða þú veist einhvern David Moyes bara einhvern svona pragmatískan þjálfara sem að þekkir þetta en þú tekur við starfinu á Haugesund og þið gleymið að ræða þarna báðar hliðarnar á peningnum ég meina eina svona myndunum síðan sendir reglulega á menn er þegar að Jorge Jesus tók við Al Hilal til að sína mönnum aðstofamennina sem hann tók með sér það er eitthvað bara bunki af fólki sem að fylgd honum ég meina baðstum að fá að taka með þér aðstofan fæ ég af því að það er nú svona lenskan í svona high level fótboll oft á tíðum ég auðvitað freysi fyrir eitt til Lyngby og fullt af mönnum farið einir en ég meina þú talar auðvitað norskuna og annað slíkt en ég áttum að því en bara að vera Íslendingur fylgir ábyggilega einhverjur fordómar eða það, þú veist Já, sko, Óli Kristjáns var búin að segja við mig ekki fara einn Freyr var búin að segja við mig ekki fara einn ég eins að trúi bara og hef alltaf bara trúa á það góða í manninum og ég kem að það út einhvern tímann í október þá var Jóstan Grindhák sem hafi verið mjög lengi þjálfari liðsins reyndar á tveimur köflum var hann í hættur hann var eiginlega bara komið með liði í Strand búin að sigla í Strand og við tóku tveir annars er yfirmaður akademíuna Sandsif Manoharan og svo Pól Andri Farsta sem var talentchef í akademíunni þeir taka við, Sandsif aðalþjálfari og Pól Andri aðstofþjálfari og þeir stjórna liðinu síðustu 8 leikjunum og þegar ég kem út þá kem ég út á 30 ára afmælisleik Haugasunds móti Álasundi laugardagskvöldi enda 6-1 fyrir Haugasund alvöru stemming liði bara svona ágætt smálum svona bara í góður stöð að berga sér á falli og ég svona hrífst með stemmingunni og ég hugsa
þú veist, ok þessi gæja verðast vera bara þú veist, þetta er góði gæja, búin að hitta á einu sinni tala við þá, bara góði gæjar virkar svona bara genuine þú veist, ef ég ræð þá sem aðstoðarþjálfara að þá þú veist, að fá þeir núna frið til að klára þetta verkefni, koma að halda liðinu floti, halda liðinu í deildinni og þannig að ég raun og veru teka ákvörðun veist, út frá þessu á stóru hluta, ég þekkti þá ekkert bráðlega vel en ég er svona bara, þú veist, trúaði góði manninum og þegar þú ákveður að vera aðstoðarþjálfari þá bara trúið að menn átti sá því það fylgir það að þú þarft að styðja aðalþjálfaran og íta undir hans hugmyndir Þannig að þú baðst í raun og veru aldrei Nei, ég bað ekki, ég hefði getað fengið en ég bað aldrei það vegna þess að ég bara, þú veist, upplýðið að ég var bara svo sem ekkert með kannski einhverja þú veist, ekkert marga kandidata þá sem ég þekkti ég heima voru annarkot bara í góðum jobbum eða þá, þú veist, með fjölskyldu aðstæðu sem að gera verkum að kannski erfitt fyrir þá að flytja og ég hafði enga slíka þekkingu ellendis að ég geti bara farið og fundið einhverja gæja sem að ég sem að treystir auðvitað þetta er svona þetta fer skemmtilega á stað maður að fylgjast hérna með leikjunum það kemur að sigur mútið Ótt Grænland í fyrsta leik 2-1 sem var pínur svona óóskaslegu sigur á vissan átt þú var náttúrulega frábært að vinna hérna fyrsta leik þá var hérna þá dóminerar ekki þann leik Nei, við vorum ekki góður í þenn leik og en það á sér skýringar Já, það á sér skýringar og hérna hluti af vandamálinu var kannski sá að daginn fyrir leik að þá seljum við eitt leikmann til Ótt Grænland sem var liðið sem voru að spila móti og því miður að þá kom sér ljósa að það er gleymst að taka hann út af taka höllaðgangin á hann þar sem allar æfingarnar okkar fyrir leikin voru og skiptið á litlu máli hvort það var hvernig við ætluðum að pressa, hvernig við ætluðum að spila út markspyrnum, hvernig við ætluðum að byggja upp þeir vissi allar tíma og ég sá það svo sem kannski í fyrstu markspyrnum sem við fengum að þeir eru alltaf staðið eins alltaf staðið í þrír frammi að þá stóð eitt kantmaður stóð 7 metrum innar heldur en var svona eðlis rosalega er þetta skrítið og svo klikkar fyrsta markspyrnan við lendum í svona lendum í skvaldri sem var til þess að við mistum aðeins sjálfstraustið og náðum einhvern veginn aldrei neinu flæði innan leik og ég get ekki sagt hvernig við fórum að vinna Nei, en það var bara gaman að þú veist, eftir á er þetta mjög fyndið að leikmaður getur bara gjör svo vel hérna hér allt Haugasundu viljið sjá hérna fyrir leikin en það er þessi draumabyrjun vinna fyrsta leik og svona og svo hérna leiðir eitt að öðru og allt í einu í maímánuði þá tilkynnir hún sért hættur sem að hérna þú rættir ég heyrði í þessu viðtala við hérna í fótbolta.net í lók hérna nóvember frá því verða fyrir mig sem sitt hérna heima sem blaðamaður og þá segja maður heldur þetta soft allan að láta einhvern aðstofu þjálfur einhvern strák henda sér út úr þessu þú veist fyrir okkur leiti þetta svolítið þannig út heldur þetta soft að hann skulle ekki bara halda áfram á okkur fer ekki frekar aðstofumæður en heldur en hann að því að það var strax komin í umræðun að það væri verið svona einhver communication á milli ykkar einhver vandamál Já þú veist það er alveg það má alveg til sannsvega færa að hvað kallaði aðaleigandi Haugasund þetta þegar við töluðum saman þetta hann kallaði þetta en svag leiðskap veikur leiðtogastýl og þá segi ég á móti sem ég fattaði þegar ég kom inn í þetta og þar getur vel verið að ég sé bara of næs og sé ekki nú sterkur til þess að koma inn í aðleitnin í nýtt umhverfi en það er sérstök tilfinning þegar þú kemur inn í nýtt umhverfi nýtt tungumál og þú upplifir það að allt í einu
með nýjar hugmyndir og þú upplifir það að þú ert í undirtölu þú ert í minniluta því að þetta var að vera ég tek bara við sama teimi og kláraði tímabilið 2023 Þegar þú fattar að þú sért í undirtölu okkur segður ekki, herru, út með þennan ég með hérna mann fyrir þennan og ég með vegna þess að ég var alltaf að reyna að láta þetta ganga vegna þess að ég taldi að maður veit aldrei hver tengstin er á milli gamla þjálfarateymisins og leikmannahópsins ég gat ekki verið 100% það þannig að ég einhvern veginn reyndi að láta þetta ganga og þangur til að endanum að ég horfa á liðið og ég einhvern veginn svona þú veist Gæti þessi hluta þessu vera bara ástæðan og þú hafði bara ekki áhuga að vera að það lengur eða? Já, auðvitað spila það inn í en ég held að stærsta ástæðan er kannski svo að þú veist það var ekki gaman að mæti vinnuna Nei ef ég bara ber þetta sama við þú veist alla þá staði þar sem ég verið kannski fyrir auðvitað síðasta ári hjá Breiðablik þar sem að voru mikið af svona þú veist og þegar maður lítið tilbaka og horfir eigin barm með Breiðablik þá tók ég sennilega of margar slægi ég fór alltaf ég barðist fyrir öllu og mörgu hefði maður kannski betur geta sleppt og þá ertu bara með menn sem eru bara að sinni sig sjálfbóðin og þeir eru það bara þeir eru einhvers veginn að vera þetta hætta ég get ekki hérna gæja lengur skilur, þannig að ef maður ætlar að vera bara maður ætlar að vera sjálfskagrín þá verður maður að þá tók ég á marga slægi þar og hérna og þá var eiginlega hægt að vera gaman í vinnunni hjá Gróttu var alltaf gaman í vinnunni fyrstu 3 ári og Breiðablik var alltaf gaman í vinnunni og ég bara saman við bara í K.A. núna þá var gaman í vinnunni en það var ekki gaman að mæta í vinnuna og vera einhvern veginn svona að nánast að reyna að þrýsta einhverjum hugmyndum inn í gegnum hún í koki á mönnum sem voru bara að gjörsálega ósammála hvernig þetta gera þetta og hérna þú veist og þá verður þetta aldrei svona það verður ekkit flæði og það verður engin svona þegar við erum að gera þetta sama við erum hérna þú veist og svo endanum bara þá færðu bara ælun upp í kokaði að heyra röddina í fólki og ég bara þú veist eftir KFM leikinn þá sem var 7. leikur þar sem við töfum 1-0 og svo vorum einhvern veginn samt bara fínir nema við komumst eiginlega við náðum ekki að skapa okkur nógu mikið að þá einhvern veginn bara hugsa ég þekki ekki þetta þetta er ekki liðið mitt þegar við erum ekki með boltan við pressum ekki við erum ekki aggressífir við erum rosalega passífir þegar við töfum boltanum og ég sé bara af hverju á ég að vera hérna í Noregi En þú varst bara að taka á Haugasund þú veist þetta er lið sem að bara hugmyndi þeirra hverju ári er að halda sér uppi Já, það er rétt og það er svolítið áhugavert með sjálfsmynd félags þú veist, ef við hugsa bara hvað er sjálfsmynd félags Já, ég meina, Haugasund snýst bara er það ekki að bara hanga uppi og þá er menn káttir það ekki þegar þegar við erum að ræða saman og við kannski var þetta einhvern veginn bara ekki, kannski var ekki farin og djúpt ofan í allt saman í viðræðunum en þú veist að virkilega þú veist ætluðu menn vegna þeir voru svolítið búin að vera þú veist á hamsturshjólinu að bjarga sig frá falli í nokkur ár og þú veist og voru einhvern veginn svona nú þurfum við að gera eitthvað nýtt við þurfum að spila yngri leikmönnum og við þurfum að fara að vera úst aftur svona megum ekki vera passífir og eitthvað og þá kemur að sjálfsmyndinni sem að ég hafði skal bara vera fyrstum að þetta viðurkenna það ég hafði bara ekki spáð í þetta fyrir en að ég bara þú veist farin frá Haugasund og næ einhvern veginn svona að bara fara í gegnum ferli og þá fatta ég herðu hvað er þessi skiptir félagið Haugasund stuðningsmenn mestu máli það skiptir félagið mestu máli að vera í elitiseríunni
Svo það er mikið stolt sem fylgir því að hafa verið 13 ári röð, núna 14 ári röð í Elituseríunni, vera 5. og 7. á stigatöflunni yfir í Elituseríunni síðustu 10 ári samanlagt, gríðarlega stolt. Stöðnismennina skiptir öllu máli að þeir eru að mæta Brann, Víking, Bót og Glimt, þeir eru ekki að mæta Ósana, Jerv og Moss og þessu byggja sína sjálfsmynd á því að hanga uppi og ég fattaði þetta ekki vegna þetta var mjög ákvæmlega, svo gæti ég bara strax tekið því ég átti samtal við eitt sportchef sem að við vorum eitthvað svona sem hafði áhuga á að ræða við mig bara eftir þetta og hvort ég hefði áhuga á mögulega á að fara að þjálfa liðin sem hann stýriði og ég spurði hvað viltu? Við spila ungu leikmennum ok, spila góðan fótbolta við erum með boltan ok, og við viljum halda okkur í efstild ok, þetta fer ekki alltaf allt saman hvað er mikilvægast? Haldur sér úrstættir herðu flott, þú skalt bara tala við einhvern annan sagði ég en skilur, þú veist, þetta er svona þú veist, að því að sjálfsmyndi á KR er að vinna KR snýst bara að vinna og ég átta mig alveg og ég átta mig á því að KR-ingar syngja hvað er búin að vinna titilinn oft, hvað er búin að vinna deildin oftast, byggarinn oftast en allir aðrir og allt þetta og þetta er sjálfsmyndin og ég gerir mér alveg grein fyrir því og ég gerir mér alveg grein fyrir ábyrðinni sem að ég ber að reyna einhvern veginn að viðhalda þeirri sjálfsmynd en þannig að ég ætla svona að segja að þessi uppgötum mín hafi þú veist, hafi síðan fengið mig til að vera 100% vissunum þetta með sjálfsmynd Haugasund að ég var ekki rétti maðurinn til þess að til þess að stýra þessu liði þú veist, ég þarf að taka við liðum sem eru bara í brunarústir hafa enga að tapa alltaf vinna og þurfi einhvern veginn bara þú veist, eru bara ædæmt, eru bara án sjálfsmyndar það er vettvangur fyrir svona verkefni. En þú veist, auðvitað norskur knattspyrnudæmi mun stærri en íslenski en ég meina, hugsaðar aldrei með þér, það er svo stutt á toppin í þessu, ég ætla bara að standa þetta af mér og ekki tekið þetta tímabilið með Haugasund og svo bara finni út úr þessu eftir það, ég meina, hvað er í Molde að leita þjálfara núna, ég meina, það eru toppklúbar í Noregi sem er að það er stutt leið á toppinu og það gengur ágætlega bara aldrei svona bara herði, ég ætla að láta mig hafa þetta ég skal bara tek slægin með þá sem eru á móti mér og bara í mínum huga var það bara ekki þess virði þetta er svolítið ólítið því að það var eiginlega flestir 99% leikmanni sem að tala við geður gaman að vinna fyrir þig og þú veist, bila fyrir þig og ég meina þú varst auðvitað alltaf í yfirmannsstöðu í fjölmiðlum og þú veist, langflestir þú veist, vildu spila fyrir þig eða vildu vinna fyrir þig og whatever og fannst það gaman þannig að það er svolítið sérstaklega var ekki náð þú veist, þú bara náður þeim aldrei á þitt band eða hvernig var það? Ekki séns, þeir bara trúðu ekki á þetta þeir bara, þú veist, daginn sem ég fer er dagur sem að Haugasund hættir að spila inn á miðjuna það er bara hætta því bara diagonalt eða bara spila út á bakverðin og þaðan upp og einhvern veginn það bara trúðu ekki á mínar hugmyndir sem er að reyna að halda boltanum í gegnum miðjan völlin og spila okkur þar í gegn það er hættulegast, ég veit það vegna þess að það er styrsta leiðin fyrir andstæðingarna að komast að markinu okkar en þetta er alveg sama með pressuna ég segi ofta að þú getur verið svona best case scenario maður og worst case scenario maður er maður sem er með plan A, B, C og D ef að pressan klikkar á fremsta manni þá förum við þarna niður og gerum þetta og þú lokar þessu svæð og síðan förum við ennþá neðar og gerum þetta og þetta og þetta og svo gerum við þetta ef þú ert með plan A, plan B, plan C og plan D og plan B er varkárara en plan A þá er þetta sáralegt líkur á plan A virki vegna þess að í eðli mannskepna þá fellur hún alltaf þá hefur alltaf eitthvað til að falla til þannig að þú veist, en ég hins vegar er best case scenario maður og ég bara trúi því að þegar við pressum á ákveðin hátt þá séum við að fara að vinna boltan ef það klikkar
þá bara reynum við að hlaupa tilbaka, byrja aftur og keyra á stað. Þetta sama með þegar þú ert með boltan. Það ekkert falleglega þegar þú nær einhvern veginn að losa hápressu frá markmanni. Og mér finnst bara það vera þess virði að reyna það eins oft og mögulegt til þess að upplifa þau augnablik þegar þú nærð, að ég veit hvað það gefur leikmönnum líður þegar þeir ná einhvern veginn að leysa, þegar þeir eru búin að vinna einhverjum æfingum og þeir ná að leysa það í leikum, þá bara, það engin betri tilfinning. Þú öðlast bara, allt öðlast tilgang. Varstu fyrsti kostur þarna í Haugesund? Varst þú bara maður sem vildu það? Ég veit ekki ef ég skildi rétt og stóð vala milli tveggja og þeir völdu mig en ég veit ekki hvort að það voru 3 á undan sem voru búin að segja nei, það getur vel verið, ég bara hef ekki hugmyndu það. Nei, það svolítið áhvert þegar maður lesi Jose Mourinho, hann tók við Benfica, hann sagði bara, ég vissi að bara daginn síðan ég riði með inn, hann sagði bara, það vissi ég að það er aldrei langlíft. Ég held að verið að einhvern mánuð eitthvað slikt og svo var hann bara búið. Þannig að þú varst allan að hálft ára í Haugesundi. Og ég kom út, þú veist, ég held ég að við sýnt ákveðna skuldbyrtingu gagnvart þessu starfi. Ég fer út í lok október og hann í 1,5 mánuð að fylgjast með æfingum og lærin á félagið og þú veist, þurfti alls ekkert að gera það vegna þess að ég tók ekki við liðinu fyrir 4. janúar og ég einhvern veginn labbað inn í þetta eins og þetta, þú veist, þetta bara 3 góð ár og allt í geggjað en svo úrst að mörgum ástæðum þá er það ekki alltaf þannig og þá bara, þú veist, þá fannst mér rétt að með títnefnd sverð til dæmis, þú veist að þú upplifir ekki að þú sért einhvern veginn vegna þess að þú ert einn, það er bara einn sem er veginn og metin og mögulega léttvægin fundin af árangri liðs. Það er þjálfarinn, það er aðalþjálfarinn en þá er líka kannski eins gott að þetta sé allt hans og þetta getur tekið hluta frá öðrum og það er margir með input en í grunninn þarf þetta að vera vegna að þú ert hafinn upp til skýjana eða notaðu til að skúra gólfi með eftir í hvernig staðan er, þá er þetta eins gott að þetta sé þitt og þarna upplýði bara þetta var ekki 100% mitt og þá var tímabært að segja, ef þeir hefðu sagt við látum hann bara fara, ef þeir hefðu haft frumkvæði þá hefði ég mögulega verið áfram en það var ekki, þeir gerðu það ekki veit ekki hvað ástæðan það var en þú veist, þannig að og ég sé ekki eftir neinu þegar ég horfi aftur þegar ég horfi tilbaka ég sé ekki eftir að fara þarna út ég sé ekki eftir að hafa og því fyrsta lagi sé ég en hefur ekki ágjur og fáir ekki aftur próbreykið hefur ekki engar ágjur ég hef bara ekki nokkra einustu ágjur að þig alveg eins og ég hef sagt það við þig þú veit að þeir þá sem að vantar mann eins og mig í mjög þröngt skilgreint starf þeir finna mig hinir þurfa mig ekki og verða og eiga tímanum í að tala við einhverja aðra allir þeir sem eru bara þú veist, ætla bara að þú veist, halda sér í deildinni, vinna leiki og allt þetta, þeir verða bara þeir eiga ekki að eyða tíma í manni sem mig. Þú kemur síðan heim og þú veist, upphefst smá svona ég veit ekki, þú verður hérna fyrst hvað tæknilegur ráðgjafi knattspyrnudeildar KR, þú verður síðan aðstoðarþjálfari og tekur síðan við sem hérna aðalþjálfari. Ég meina gleymir einu. Byrju hvað vantaði einn? Yfirmaður knattspyrnumála. Hún gleymdi því. Já, ég gleymdi því. Sko þú veist þegar hver tilkynningin kom, þú veist þetta var ég veit ekki, kannski þetta ókárilegt eða eitthvað með svona, þú veist það var alltaf eitthvað nýtt þarna á tímabili sem endar síðan með að það sem við sem stundum fyrir utan þetta svona töldum að vera óumflýjanlegt að þú verið þjálfari. Já, sko ég ætlaði mér ekki að það var ekki planið, var ekki að þjálfa kálið. Planið var að taka við sem yfirmann knattspyrnumála 1. ágúst og af hverju 1. ágúst
einfallega vegna þess að ég var búin að ráða mig í starf með þér á RÚV og ég vissi að það færi mjög mikið tími í það og mér fannst ekki sanngjarnt gagnvart KR að vera mjög áberandi á RÚV og vera á sama tíma að koma mér inn í risastór starfi á KR ég kem inn í KR og þú veist ég átti enga óskeitar heldur en að Gregum Ræder myndi negla þetta og bara vera þjálfari KR ég geti við yfir mann knattspyrnumála með aðeins meira svigrúm kannski til að heimsækja börnum mín sem ég er búin að vanrækja í mörg ár vegna þess að ég hef aldrei komist að landinu nema bara í nóvember það er eðlið þjálfarastarfsins og að því að ég á 3 börn í útlöndum og 1 barnabarn og þau að fjölskyldu þannig að þú veist, það var planið en svo einhvern veginn þú veist, gerast hlutir og breytast plön og ég einhvern veginn þú veist, ég er svo sem ég er þetta kannski bara fyrst og síðast knattspyrnu þjálfari og enda á því að taka þetta að mér en það var ekki planið. En hvað olli því á ákvað síðan að fara aftur og vera þjálfari? Bara, þú veist, þetta er auðvitað stærsta liðið á Íslandi, þetta er líka þitt lið, lengi í burtu frá KR. 8 ár? Já, þá er ég talið meistaraflokk, 30 ár. Þú veist, það er alltaf langur tími. Þannig að þú kemur þarna inn, það byrjar svona frekar brösulega en svo fer þetta fljú allt og lítur það ansi vel þarna út í lokin. Benóni Breki slær markametið. Af hverju tókstu Benóni ekki í Breiðablik? Er þetta hann var bara ekki tilbúin í Breiðablik á þeim tímapunkti sem hann hefði aldrei fengið þessa 10-12 leiki sem hann fekk hjá KR til þess að ná flugi og það var það sem hann þurfti súrefni og svigrúm til að komast inn í hlutina og það var bara samkeppnum var þannig í Breiðablik að hann hefði aldrei fengið það þannig að ég var ekki að fara að taka Benóni Breka í Breiðablik ég er búin að þjálfa hann lengi, þekki hann vel og ég var ekki að fara að taka hann til að vera eitthvað statisti og einhver myndastitt á bekknum þannig að það er nú mjög einföld skýring. Svona ef maður ræða segja mannum að maður var að fara eitt þá var oft spurt sko, á hverju tók hann ekki þennan í Breiðablik, á hverju tók hann ekki Gísla Gott í Breiðablik, það var oft verið að spyrja svona, þú veist, að þetta strákur sem fóru í Já, hann Gísli Gotti vildi ekki koma í Breiðablik og af einhverjum ástæðum og ég geti, við getum farið yfir þetta Daniel Djuric og þú vilt kannski vita það, á hverju tók hann ekki? Já, á hverju tókst hann ekki? Þú vilt vita það? Já. Þú vilt vita það? Daniel Djuric mjög hæfileikaríkur leikmaður leikmaður sem að þurfti mikið súrefni og þegar ég tala súrefni þá þurfti hann að þarf að vera mikið á boltanum og ekkert ósvipað Binna Willums þegar hann var hjá okkur mjög mikið á boltanum svona sogaði bolta til sín þegar Binni ef við segjum að Binni Willums hafi verið 60% með 60% súrefni í Blikaliðinu 2020 og resti 40% svo fer Binni rétt fyrir mót í janúar 2021 og dreifist súrefni hans Binna dreifist á alla leikmennina og það verður svona þú veist það verður bara 5% mann eða 10% mann eða 8% mann eða hvernig þú vilt segja þegar Daniel Djuric kemur á æfingar í okkur þá sé ég bara þú veist, þessi gæði þar súrefni engin smekkur fyrir súrefnsþjófum í Breiðablik á þeim tíma það gerir til það er að Kristall Máni sem er svipaður leikmaður það er mikið að vera á boltanum fer til Rósaborgar og það losnar úr súrefni ég sagði að Daniel Djuric hefði komið inn dyrnar þegar Binni fór út þá hefði verið allt annað mál en Daniel Djuric kemur á tíma þar sem að enginn vildi gefa frá sér fótboltasúrefni sitt en í Víking var alveg hellingur af fótboltasúrefni á lausu skilur svona mati þetta þetta snerist ekkit
þetta snerist ekki fótboltamann Daniel Djurhuus, þetta snerist hvað var til staðar. Það var ansi gott, eins sem var svona leikmaður sem vildi mikið klappa boltanum, þá stoppaði sig ekki Gretasæfingu og náði annan bolta og sagði bara, hérna einn bolti fyrir þig og restin heldur síðan áfram. Þú verður bara hérna með þín eigin bolta. Það var svona mikið sem að, þú veist, KR auðvitað núna á leiðninginu, mikla breytingar. Það var eitt sem að vakti athygli minni, ég meina, að ræða hérna ungmenni finnst mér svona stundur svona af því að þetta er oft ungi leikmenn að taka þátt í fótbolta í dag og við erum alltaf að horfa yngra og ég meina að þú setur 14 ára gamla strák inn á í hérna Alexander Pálmarsson þú veist og ég gef mér það bara þú veist ekki að horfa í að eignast eitthvað met eða eitthvað slíkt þú vantar að setja hann inn á því að þú talaði geta komið inn á og spila fótbolta. Ég meina, þetta, mann finnst þetta mjög merkitt, 14 ára, og hugsa sjálfan sig þegar maður 14 ára, 15 ára, whatever, bara hversu langt var að fara inn á fótboltavöll í meistaraflokki, talandi með efstild. Ég meina, er hann bara svona svipað góður og bara orri var þegar hann var 14 ára? Þeir eru svo ólíki leikmenn, altså erfitt að bera þá saman. Hann er rosalega þroskaður og hann, þú veist, ég skal bara segja hvernig þetta er þú ert með back og þú veist undir loki var backurinn okkar skipað ofta til mjög ungu leikmenn þú veist það voru margir meiddir nokkri farnir þessum við fengið í staðin voru meiddir og þetta var svona þú veist við vorum þunnskipaðir og þannig við vorum með mikið á ungum og efnilegum strákum á backnum og þegar ég leit á backin það var bestur og það var búin að standa sér best á æfingum af þeim sem voru á bekknum bara af hverju ætti ég og ég hugsaði ekki, vissi ekki hvað meti var það var langt síðan einhvern veginn þú veist ég fyrir það einhver Gils Gilsson einhver strákur í FH hefði ætti að ég held alltaf að Eithor Orri fengið þetta að gefa þannig að Kristján Guðmunds skilur á sínum tíma en þú veist, þú hugsar ekki ég trúi ekki að einhver hugsi þannig einhvern veginn, best ég sláði meti þannig að ég geti mögulega, þú veist, það er ekki það sem ég hugsaði með Orra, þegar hann kemur inn á 13 ára í Gróttu á móti Hetti langar með að segja og veist, það var það ekki það var það bara, hann var búin að standa sig vel á æfingum í 3 vikur og það var alveg ljóst að þeir skildu svæði fyrir aftar sig það bara alla góða líkur á því hann geti gert þeim óleik og svo sem hann síðan gerir og þú veist alveg sama með Alexander Helga kannski með Alexander Rafn ef að kannski fyrir 3 árum þá hefði þetta sennilega aldrei gerst vegna þess að hópurinn hjá KR var líka bara í ár sérstaklega seinni hlutan bara mjög þunnur voru fáir á æfingum tókum við mikið af annarflokksstrákum á æfingar og kannski svona fleiri heldur en við var í raun og verið heilbrigt að taka þannig að þú veist en hann það er frábært að þjálfuna dreng hann er mjög þroskaður og þú veist mér fannst hann sína að sína þannig framistöður að þú veist að það var enginn að gera honum einhvern óleik eða gera honum einhvern greiða eða að hygglunum fyrir einhver ættartengsl eða eitthvað svoleiðis þannig bara frábælega efnilegur leikmaður sem að stendur fyrir sínu. Það var svona í umræðinni hér bara út allt svo sem að það væri svo margir leikmenn í KR akkurat núna svo voru maður að kíkja á þetta það er eiginlega farnir þessi leikmenn sem að spiluðu flestu leikina á síðust tímabili ef maður skoða bara kannski 10 leikmenn sem spiluðu mest þá er mjög margir að farnir og ég meina það er ofbóðsleg hreinsun þarna, mikla breytinga framundan þegar þeir eru fara að spila á gerfugrassi, verður það klárt þarna þegar þið byrjuð í apríl? Ég myndi ekki halda það. Spila í Laugardalnum til að byrja með það? Já, ég myndi halda að við þurfum að leita á náðir vinn okkar í Þrótti, allavega fyrsta leikin og... Viljið kórin? Nei takk. Okay. Takk en nei takk. Þú veist, hvort það verður fyrst og annar eða þú veist, fyrstu 3, þú veist, það er raun og veru þú veist, við getum ekki verið að stressa okkur á því þú veist, af því að þetta er gert fyrir lengri tíma en skemmri en það verður allavega að koma gervigrás á KR-völlunum og ég held að það sé lykilatriði fyrir félag, við þurfum bara líka æfingaðstöð þú veist, fyrir alla flokka þú veist, ég held að sé ekki hægt að nota þetta gras sem einhvers konar svona
sparigrað sem að bara meistar og karl og meistar og kvenna fara að æfa á það verður bara að nýta þetta fyrir alla flokkana og hérna við erum neyti til að æfa klukkan 11 á daginn það ekki að því að það einhvern veginn bara stærsti draumur það fínt og það gott að það hægt en það bara ekki pláss fyrir meistar og karla hvorki í styrtasal í hérna nýjút af velli klukkan 4 eða 5 eða 6 það bara og þá þurfum einhverju aðri, þá þurfum yngri flokkar að fara að æfa klukkan þá þurfum þriðju flokkar kalla og kvenna að fara að æfa klukkan 9 á kvöldin og þannig að veist Já, ég þekki mikið af foreldrum í KR og þau segja bara svona innkoma þín sé þau finna fyrir henni það bara mikill kraftur og svona blása feskir í vindar í Vesturbænum sem talaðum Já, það auðvitað bara ekkert ég það bara, þú veist, það er komið inn fullt af öflugu fólki finnst alveg niður eða þú veist svona tala það Já, það er bara frábært að heyra og það er líka bara þú veist, það var líka bara fullt af feikilega öflugu fólki fyrir sem man kannski svona þú veist, þurfti bara nýtt Já, eitthvað aðeins bara einhverja nýja rödd þú veist, einhvern annan að labba svæðu, bara einhvern svona kannski eitthvað smá nýtt ferskt þú veist, bara svona smá, nei, það er ekki eins og rétt orði, nei, bara þú veist það þurfti bara eitthvað smá nýtt og eitthvað smá orku þetta er ekki bara svona nýja orku ég meina bara nýtt challenge og það er fullt af nýju fólki sem hefur komið mjög sterkt inn þannig að þú veist og fólki sem er fyrir hefur tekið við keflinu og þú veist að ég finn bara feikilega góð orku kárum, gaman að með þetta vinna á mótnana og það er mikið stemming Ég hlakka til að sjá þetta áhættusækna káralið spila fótbolta og fyrir mér að pínulítið vonbrigði hvað fótbolti þú veist það var þessi feski við vorum að tala hérna erki óvinnin eða hvað við segja með Arnar Gunnlaugsson hann kemur hérna 2019 í Víking og maður sér einhvern veginn öðruvísi fótbolta svo kemur þú 2020 og það kemur ennþá hættulegri fótbolti og svona maður hélt að því að fótbolti er svo reactive business þú veist það er allir bara að taka hugmyndir frá hverju öðrum bara Pep Guardiola setti hérna hafsend upp á miðju, ég ætla að gera það núna Pep Guardiola var að setja hérna bakurinn hann er fann að setja hann inn á miðju þegar hann gera á bæinn ég ætla að prófa þetta líka og svona fótbolti einhvern veginn virkar svona en svona fyrir mig persónlega þá er að koma óvart hvað svona ykkar áhættusækni fótbolti hefur lítið farið inn í hvað maður segja fótbolta á Íslandi, mér finnst þetta eins og bara ég man eftir þessu 2020 þannig rétt fyrir en það voru að byrja með þetta COVID ég segi að vera allir fannir að spila svona á Íslandi eftir 3-4 ára þegar fótbolta er svo reaktiv mér finnst það ekki á í gest mér finnst svona eins og mikið að leikjónu sem ég sjá í sumar sem kannski kristallast af því að ég var náttúrulega kannski aðalega leikinni sem ég mætti á voru aðalega í fallbaráttunni þetta er ekki alveg þessi já þið voru í fallbaráttunni, já ég er að segja það en ég er að tala ég vil eiginlega ekki nefna liðin ég get á Stjarnan, það var stundu gaman að horfa þá ég meina, það var alveg þú veist, en fótbolti er ekki jafn það er ekki alveg þróst í þessu átt sem ég sá fyrir mér þegar þið ég ætla að segja bara þið tveir til að byrja með að breytið þessu á vissan hátt þú veist, þegar þú hugsa bara Nei, já, ég get alveg verið þú veist, einhver leiti sammála því þú veist, en á sama tíma þú veist, ég veit að ég var að stýra Gróttu hérna 2018 þú veist, þá fannst mér allir bara að vera ömulegi sem voru ekki, þú veist, að bara reyna að hámarka áhættun í hverjum einasta leik og einhvern veginn þeir voru bara að eyðileggja fótboltann og vera skemmtavarkar og eitthvað svona, þú veist, þeir betur fer síðan þroskast maður og ber ekki æfa til þess að sjá hlutina frá fleiri sjónarhóttum þú veist þetta er auðvitað bara þú veist, þetta er erfitt að vera fótboltaþjálfari, þú veist, við byrjuðum þáttinn á því að tala starfsöryggi þú veist, það er ekki svo menn séu æviráðnir í íslenska boltanum og þú veist fótbolti er úrslitabalansi sama hvað ég sama hvað ég myndi vilja sem væri helst bara, þetta væri bara æfingarleikir og bara svona skemmtilegheit bara svona stuð og eitthvað svona þróun og þroski og svo bara einhvern veginn svona það verður alltaf betri og betri og markmaður splittar hafsendum og missefnast alveg hrapalega og þú veist og
en verða síðan aðeins betri og að þá þetta samt bara þú ert ekkert betri heldur en síðasti leikur heldur en úrslitin í síðasta leik og þú veist að þegar umhverfið þannig þá þetta ekki beint til þess fallið að menn sé að leita þú veist fari einhverjar nýjar áttir þróa eitthvað alveg stjarnfræðilega flott þú veist þetta bara úrslitabransi þar sem að þú gerir þar sem þú heldur að færi þér úrslit þennan sunnudaginn þessa umferðina en við sjá samt svona líka þessi brjálaði hápressu fótbolti og svona heavy possession fótbolti hann svona aftur einhvern veginn á smá útleið þú veist það trend sem svona sem verið í smá tíma ég meina við sjáum bara þú áttir afmæli fyrir akkurat 2 mánuðum síðan ef ég hefði sagt ef ég væri einhvern veginn farin að efast Pep Guardiola þetta bara 2 mánuðir ef ég finna Óskar ég held bara ekki alveg vissum hann að Pep Guardiola sko. það nei, en þú ert vissum Pep já, ég veit að þú ert 10 leikir og hann hættur að vinna leiki en þú ert ekki vissum Pep í þessum aðstæðum nei. Í aðstæðum sem hann þú veist, sem hann þekkir ekki nei. Þú veist settu mann sem hefur búið í eyðimörkinni á Grænlandsjökul skilur, þetta bara alveg eins hann veit ekkert hvernig hann á að haga sér hann hefur aldrei verið í þessari stöðu þú veist, þannig að nei, þetta en fótbolti að breyta svo mikið þegar nú eru menn Hans Postecoglou hann bara það nú maður þú veist, sem eiginlega sá maður sem ég get svona sem ég svona yfirleitt þegar hann opnar munni sér ok, sammálaðir og ég elska það hvernig þú sér að hlutina og eitthvað svona og það var ekkert geggjaðar heldur Tottenham á fyrsta árinu og svo hann var múti og ég skil það einhver leiti þetta þú veist eru ekki þreyttur og kemur þetta út á föstudegi eftir að vera með menn í settunni hjá þér og svo væri bara 30 blaðamenn það hér á minn þessi þáttur í dag slagur var þetta lélegt maður þetta teikir þetta á Óskar eða enska boltin eða Víking eða eitthvað þetta ömul, þú veist, ég alveg tala þú veist, þú verður að fara að finna eitthvað annað að gera þú getur ekki búið betri þátt en þetta skilur, á endanum hlýtur drópinu og hóla steinin og hann verður bara helviti fúll en þú veist, hann var sturla, hann var stórkostlegur fyrir enska fótbolta, bara fyrir á síðast ári ekki satt, hann var svona hann var frískur andadráttur inn í enska boltan bæði í tilsvörum, bæði utanvallar og svo hvernig Tottenham spilaði ok svo að hérna Tottenham og Tottenham lið sem að veist, vill vera að berjast og hlutinni gangi ekki veist, þá hann bara á veist, ég ætla kannski full djúpt í án að tekja sig einu augabræði en einhvern veginn mjög fljótt og svo verður hann bara vandamálið sérfækast að segja, hann verður að breytast hann verður að hætta þessu ef hann ætlar að halda starfinu hvernig þetta breytast? Nei. Þetta er svo en fótbolt samt að breytast það var sagt um mig til dæmis ég heyrði það utan frá mér og margir sögðu við mig þú veist að taka við Kári fallbarátt þú verður að þétta raðirnar þú verður að vera stöðugu varnarlega og fara að halda markinu inn hreinu þú kannt ekki á fallbaráttu það sér þú kannt ekki á fallbaráttu þú er aldrei verið í fallbaráttu og það er alveg rétt en þú veist en ég kann samt bara mína leið í fótbolta og ég hugsaði bara ef hún dugar ekki ef það dugar ekki, við förum bara að halda boltanum förum að reyna að opna lið á okkar hátt þá verður bara að hafa það þegar ég get ekki fara að leika einhvern lágblokkar varnar sérfræðing sem að fókusera á först leikatrið sem ég eiginlega, þú veist, sem ég lítill ákvæmaður og yfirleitt einhver aðri sem að vinna með mig sem betur til þess fallir að sjá þau heldur en ég get ekki orðið þessi gæi þá ég bara orðið einhver annar þá getur bara fengið annan í þetta
Já, engin spurning. Ef þú ert að fá mig, Já. þá ertu bara að fá það sem þú ert að fá, sem þessi hugmyndafræði, einhver svona þróun og þroski og og þú veist, áhætta og þóra stíga út úr þægindaramman og þóra að mistakast og svo getur þetta tekið langan tíma og það getur tekið stuttan tíma og svo getur þetta alls ekki gengið en það verður samt alltaf að vera þitt sko, já, algjör og ég meina sko varandi þetta kálið, ég ætla að fá að sjá þetta eins að það er svo rosalega breytingar á þessu það er svona sem fréttir af því að Guy Smith sem að þú reynda að tala mjög vel og hrósaði hástert hann verður líklega ekki með okkur á næsta ári allavega með þær fréttir sem að koma af honum í gæriða fyrir þetta Já, það bendir allt til þess Það bendir allt til þess menna, ætlar að treysta fjölnismannum unga eða hvað, bara því ég áhuga þessa stöðu Já, við erum með 2 markmenn Sigurbjörn Sören og Halldór Snæ hvoru þeirra mjög gamall og eins og staðan Já, Sigurpáll verður 22 næsta ári Halldór 21 árs 2003 og 2004 fættir þú veist, akkurat núna eru þeir 2 markmenn sem verður með, þannig að já, við ætlum að treysta á þá og það er bara þannig Nei, þetta var bara svona að því að ég hef ekki séð nógu mikið af þeim ég er náttúrulega bara, maður heyrði af þessum strákum í Fjölni og þú tókst þarna Júlíus líka og ég meina það er einn af þessum nýjum mönnum ég fer að hleypa Óskari aðeins aftur út í daginn og þegar við varst að tala project þegar að Grótta fjall daginn þá var svona ofta þetta Gróttu project, það endaði nú bara það sem hann byrjaði sko, í sétildinni svona mæli hverjum ákanski að Gróttu project var success nú Orri og Hákon þú veist, þú gætir er það ekki svona stóri Jó ég meina það er unreal success út með leikmanni í La Liga og og í Premier League Já. Er það ekki svona við vorum eftir að, þú veist, þeir fóru niður Jó, ef þú horfir á það þú veist, einmitt út frá einhverju öðru heldur en bara úrslitum og stöðu liðsins í Já, þú Grótt, ég meina Grótta sem er leikmann í La Liga og í Premier League Já, það er auðvitað bara frábært og jú, það er sennilega stærsta hrósi sem er hægt að gefa þessu verkefni, þessu Gróttuverkefni það er klárt mál. Ég manns bara svo vel eftir því að þegar Hákon svona 16-17 ára þá heyrur eitthvað í mér, þá var ég markmannstælari hjá Háká bara varst eitthvað velta fyrir þú misti markmannin og þú veist það er bara, ég meina alveg svakar efnina ég veit bara ekki hvort ég gerur eitthvað greiða og ég að fara að láta að taka strák sem heitir Andri Þór Gretarsson og svona í miðju samtala og segja, slefti svo bara ég spila honum bara og þú veist það er svona svo horfður maður á þetta bara ekkert með einhvern brjálagan grunn að þegar ég sá hann síðan hann nokkuð setna bara engan grunn Já, en sem svona bara korter frá því að bara búin að vera marki korter var bara hafsett úti ég man eftir að síðan en rosalegur íþróttamaður og með, þú veist, með hugarfar sem að þú bara getur ekki búið til þú veist, það bara þú veist, hann gætt litið fáralega útgert öllum veist ekki heiminum og þú veist, það beit ekkert á hann og bara gott dæmi er Tyrkjaleikur núna þú veist, þessi risastóru þessi áberandi mistök sem hann gerir þarna þú veist, hann bara lætur ekki mistökin skilgreina sig það er sennilega hans stærsti styrkleiki er að hann bara lætur alls ekki þetta bara, hann er teflonhúðar sem er geggjað þetta er, þú veist, það er erfiðara fyrir að tala um þú veist, strákin á því að þú veist, það er eitthvað svo ósækjent að gera það og fá því eitthvað til að annarkvæmsta gaggarinn eða eitthvað slíkt sko en Hákon náttúrulega, þetta er ótrúlegt af því að ég sá hann þetta fyrsta ár sem hann varst að spila og ég var bara svona hann kann eiginlega ekki rosa mikið að vera í marki sko, en það svona, kemur fín útskýring hérna að hann hefur verið svona nýbyrjaður í marki og það svarar ákveðin spurningum að því vorst tala með enga eftirsjá bara áður en hleypir í burtu hefur ekki viljað taka eitt ár með Gróttu í Östild Jú, það er kannski það er góða punktur, það er nú kannski þegar maður horfður tilbaka ofta þá er það kannski það sem að maður
sér eða svona horfir tilbaka og hugsar það hefur verið gaman Já. að fara með þetta lið í efstild og spila, halda áfram að reyna að þróa leikliðsins á móti bestuliðunum og taka einn góðan Russell Martin eða Vincent Kompany eða einhvern af þessum kongu sem hafa gert það vel í neðri deildum og fara svo upp og gera sömu hlutina þú veist að hefði mjög líklega geta endað á sama hátt ég hugsa samt að við erum orðið erfiðir viðregnar en staðan var bara samt þannig að þegar á þessu tímapunkti þegar að Breiðablik hefur samband það veist eins væntum með þóttum grótuverkefni ég bara var ekki hægt að segja nei. Það var ekki hægt því miður sko. Og svo eitt sem að svona, ég svona hvað ef maður svolítið sko að ef þú hefðir haldið áfram með gróttu þá hefði kannski þetta að ræflar í milli þín og Arnars aldrei voru til því að Víkingar rétt svo halda sér upp með 17 stig í 18 leikjum og point average 0,94 því hefðu asnast til þess að geta verið með meira sem að þýtti að Víkingar hefur farið í B-deild og svona bara í hvað er þetta er stutt á það er stutt á Víkingar voru bara þarna þú hefði getað fælt á og þetta aldrei voru til ég meina og af því að þú veist þú ert líka svona example fyrir gaura á mínum aldri af því að þú ert hundgamall og skiptur atvinnuvettvang það segja að þú verður meistarúrstjálfari mjög seint eða ferðu all-in í þjálfing man eftir ég hitti yfir 20 ára síðan í apóteki þá var ég öryggisvörður og ég spurði þig hvort þú ætlar ekki að fara að þjálfa aftur þá sagði ég bara í lífsgæði kapphlaupinu ég hef engan tími í þess að þjálfun sko. þá að þetta var náttúrulega illa borgað þú ert náttúrulega að færa fórnir með því að verða þjálfari já. Þú ert allan á þeim tíma þetta er 2004 á blári þarna pínlítið sko. já, það var þú færi fórnir á sem yngri fólkaþjálfari og sem þjálfari í neðri deildunum ég er bara lífsgæða kapphlaupinu já ég var ekkit eitthvað brjálast allt í einu bara kemur þetta upp 2014 þá fer ég afstandsstíði þjálfun en það smeltur eitthvað þar af því að þú kemur ert að vinna í þessum VF-farni í Bretlandi að þú ert algjörlega með þjálfun og hreinu heilarum, þessi lína sem ég er búin að segja hafa svona 2000 sinnum eftir þér Axenis, Neues, Dræfund Svansi að þú fer að pæla í einhver svona að yngja í meistaraflokkum og ákveður allir að spila svona gömlum og þú kemur hann í sjónvarp með mjög sterkar skoðanir og maður heyrir að hausinu komin í þjálfun en þessi obsession á ungum leikmönnum að þóra að spila ungum leikmönnum þú kemur svolítið með hana og núna finnst mér þetta nánast að fara að ganga og langt sko. það þú veist, núna 27 ára þá er allir bara þetta er búið sko. já nei, ég held að þú þurfir alltaf að vera með veist, ég held að þú þurfir bara veist, að finna rétta balansinn en þú þarft líka að vita hvað þú stendur fyrir þú veist ef að menn ætla að selja leikmenn þá verður að spila ungu leikmenn þú veist, ef að það er hlutaði að reka félag þú veist, þá verður að finna leiðir á einhverju tíma til þess að spila ungu leikmenn verðgildi þeirra er langsalega langt mest þú selur enga leikmenn eða þú ert með meðalaldur upp á 30 ár veist, þá ertu í einhverju öðru þá ertu að vinna titla berjast að komast þess langt og getur í Evrópu en það er erfitt að selja leikmenn það má líka hrósi ykkur sem er í þjálfun eða styrktaþjálfun eða hvað sem er að þegar 17-18 ára strákur voru að koma inn á eitthvað 90 eitthvað þá sá maður alltaf strax á skrokknum maður að horfa á svo gaur að koma 17-18 ára inn á í dag þetta er alltaf skrokkar heldur en það voru fyrir einhverjum árum síðan bara þjálfurinn á þeim ég svo sem horfur á þessu 18 ára gaur að koma inn á í þessum prófótbolta og þeir bara, eins og ég segi 18 er þeir nýja 23 þetta er bara full á því kallmenn var stóru hluta en það hefur líka orðið þú veist það gjör breytt í dag hvernig þú veist þessi strákar og þessi krakkar hvort sem það er strákar eða stelpur hvernig það hugsa sig þeir sem ætla sér þeir eru metnaðarfullir í íþróttum og ég held að það sé bara þvert á greinar þekkingin á því hvað þú lætur ofan í því þekkingin á því hvernig þú endurheimtir er orðið miklu meiri og leikmennir eru farin að taka íþróttamennir eru farin að taka miklu meira ábyrgð á eigin líkama
Ég held að það sé stór hluti af þessu en svo þú veist vonandi og sem betur fer kannski fyrst þú segir það þú veist þá hefur, þú veist þjálfunin orðin betri, þú veist menn vita meira í dag heldur en vissi fyrir 20 árum þekkingin orðin meiri, við erum komið með meiri sérhæfingu og sem bara einu góða. Já, þetta en sko nú það verkefni sem að stendur fyrir framan þig núna að koma svo liður 8. sæti væntanlega upp í Evrópukeppni. Það að segja því að bilið milli liða sem að því að þú veist víkingar getur verið að fara að vanga ævintýralega peninga á morgun og þú veist bilið að breykka þú veist milli þeirra sem eiga eitthvað pening og svo þeirra sem að einhvern veginn er að reyna að ná endur saman. Ég meina hvernig förum við með þetta lið í Evrópukeppni? Hvað við þurfum að ná þarna eitthvað efstu 4 eða vinna bikarinn? Já, ég held að þetta byrji á því að við þurfum að finna hvað við stöndum fyrir Já, sem að vinna væntanlega, KR og það þarf að þegar fyrsta lagi þarf KR að vera að skipta máli það byrja þar þú veist, ég held að sé engin kannski búist við að það komi 10 titlar næstu 10 árum ég held að sé ekki þannig en KR þarf að skipta máli KR þarf að vera, þú veist, þarf að fara að vinna á heimavelli þarf að gera heimavellina aftur það þarf að vera erfitt að koma á KR og KR-ingar þurfa að skemmta sér vel á KR-vellinu þetta byrja þar og ég átta mig alveg á því þú veist að við þurfum að komast eins nálagt bestu liðu landsins og við getum á næsta ári þú veist, við verðum bara að vera heiðarleg með það þú veist, Víkingur og Breiðablik eru í dag í sér flokki Já, þú ég minna að það var líka verið að taka 20 mörk úr liðinu Já, og þá þurfum við bara að finna leiði til þess að til þess að bæta þau upp það er erfitt að missa Benó og þú kannski þetta eru 20 mörk þetta eru 21 mark Já, 21 mark og þú veist, við treystum á það við vorum að fá 1 eða 2 úr Kópavoginu, við treystum á að Eiður Gauti komi með eitthvað að borðinu og þú veist, svo þurfum við þetta bara að koma fleirum inn í tegin og gera þetta svona þannig að þetta sé ekki bara þetta sé ekki einsmanns verk að skora mörki þannig að við þurfum bara að finna leiði til að vera fjölbreyttari þú veist mín lið hafa oft á tíðum ekki verið með einhverja menn sem hafa verið nálagt toppnum í markaskorun þú veist þegar við skorum hvað flest mörk Pétur Theodor skoraði Pétur Theodor var Stefán Ingi náttúrulega skoraði alveg rosalega í fyrstu hann skoraði fyrstu 10 leikjónum sem spilaði þú veist, Ísak Snær var einhvers staðar hann raðaði inn þarna það hafði alltaf verið einhverju raðaði inn sko. engin Árni Villi var markastur 2021 með 11 mörk 6 úr vítum sko. þú veist, ég er svona að komi mörk við þurfum bara að vera klóki við að búa til mörk úr fleiri stöðum fá meira frá, þú veist, Aron Sig á hellinginni, Luke Ray á hellinginni Mattias Præst þarf að koma með meira þú veist, Stefán Átni þarf að koma með meira þú veist og svo þessi spámarinn frá Vísende Valor já, hann þarf að koma með eitthvað að borðinu þeir þurfa allir að leggja í púki þannig að ég held við getum alveg, þú veist, að slæmt að missa Benó en það er bara það er ekki tillit í placement fyrir svona strók nei, og það er líka bara gangur lífsins að hann fari burtu, að hann taki næsta skref þú getur ekki einhvern veginn ríghaldi manni í einhverjum 8-fjöturum af því að þú mátt ekki, það er þetta að missa hann það er ekki hægt Nei, það er alls ekki hægt ég held að þetta sé komið hjá okkur Óskari hann er auðvitað á leiðinni með KR-lið mótið byrjar strax í byrjun apríl þetta verður eiginlega bara byrjað árum við myndum af stöðu tími nei, ekki stöðu, en þetta er líður rætt við erum ekki að býða fram í lokavikuna í mæ eins og þegar þú varst spila eftir þessu öllu saman sem betur verið ekki nei, sem betur ekki, fótboltinn byrjar bara strax ég held að sé 7. apríl sem þetta byrjar allt saman og KR-ingar að koma eftir náttúrulega vonbrigði á þeim bænum 8. seti, þetta hefur reyndar hæglega ekki að fara tölvört verð þá var ég með, þú veist ég var á tímabili var ég bara að segja með sko, þegar við töfum fyrir Vestur og Háká leist þér þá ekki á þetta? Jú, mér leist vel á þetta ég þurfti tölu fyrir meðan Háká en þú er náttúrulega þetta umulega rekord af að fallið fælt Háká til þessar það er rétt
sem sjaldan unnið á samt fyrir utan það já, en búin að henda okkur tvisar niður en ég var svona að gæla við að þetta væri eitthvað aðeins meira vesen á tímabili en kom hann að hröstlegur endir í þetta og góður endir á Íslandsmóti eins fárlegt og það hljómar þrátt þetta séu langur tími á milli þá getur það þýtt eitthvað kraftin í nýtt tímabil og svo ákvarðat öfugt þannig að Svo bara vonaði fyrir káringa, ég og engan hest í þessu hlaupi í ár, þannig ég get alveg stutt káir eins og hvert annan lið. En sem vinnur landsbyggðarinn og litla manns, þá mun ég ábúinlega halda með vestra. Það nú svona. Eða í bjöð? Já, breyka vestra. En ég get, þetta svo tvískipt deild finnst mér. Mér fannst það bara eins og ég með háká. Að mér finnst þetta að vera svona, þetta bara meikar sense þessi skipting fyrir mér í dag. Það eru oft... Það svona, að þegar maður sér öll þessi lið sem en liðin sem átna 7-8, 6-7-8 þau eru ekki alveg sammála þessi tískipt já, en þú veist, þetta mann fannst svona að maður sér öll þessi lið komi í kórin mann finnst svona mikill munur á þessu öllu saman eins og þegar horfa ykkur í fyrri hálfleika móti okkur sko. þá var svona, þeir eru bara miklu betur en við nema þá settum við bara í gýrin við vorum góðir fyrir alveg já, við vorum dröllu góðir ég sá þetta ekki fyrir mér en þess vegna hafði maður kannski enga sérstakar þú veist að þið voru líka bara fínir og mörguleitum út í vestra þegar við töfum og það er svo aðstæðan að tala við spilum rosalega vel en þið töpuðu 2-0 þú veist spilum rosalega vel út í háka við fyrir alveg hvernig fór? 3-2 akkurat, rest my case en samt einhvern veginn voru þær framistöðu gáu tilefni til þess að þú veist, það er eitthvað já. Þú veist, við þurfum kannski bara aðeins lengri tíma þá fáum við meiri stöðuleika þá lengjast kaplarnir þar sem við erum góðir hálfleika þá var maður bara svona það fyrir þetta bara ekki illa sko. og svo bara kom stóri maðurinn og fyrirgjafirnar og við bara keyrðum á þetta gaman að tala um þetta gaman að enda þetta á jákvæðum nótum hér í Hamraborginni Óskar Þorvaldsson var með doktorfútból og við fórum yfir endalókina hjá Breiðablik hjá Breiðabliki ásækið sem að hefur eiginlega aldrei verið rætt því að hann bara hvarf og ég líktur hann við Gísla Sússon ég veit ekki hvort það var alveg besta samlíkingin þar það var bara eina bókin sem ég las í Snænaskóla við vorum langt að lesa hann var sendt útlægin og hann bara sendur útlægur og svo gáttu menn bara að fara að ná í hann var reynda réttarabur, já en Dóttarfútból, þakka fyrir sig verðum hér á föstudaginn, svo verðum við líka með Dogsson á 5. kvöld við ætlum að reyna að fylgja eftir þessu vikingsævintýri vikingar, við vorum að tala um að brjóta blað hér fyrir þættinum hér, vorum að tala um lið sem að fór í fyrsta skipti í riðlakeppni í Evrópukeppni nú getum við mögulega verið að tala um íslenskt lið verið að fara að spila eftir áramót í Evrópu. Það hefði einhvern tíðan þótt glórulust. Sammála því. Gæti gesta á morgun, fylgist með því. Óskar Hrafni kann ég bestu þakki fyrir Bullies Media að sjálfsögðu líka verið sæl.